Stefán, þú brosir breitt eftir þennan leik. Já, maður brosir aðeins og maður getur verið sáttur með dagsverki. Þetta var gott hjá strákunum, þeir sýndu svona ákveðin þroska að vita að Mílumenn yrðu erfiðir og að þeir myndu selja sig mjög dýrt í þessum leik og þeir létu finna fyrir sér og voru bara klókir í sókn enda eru hann í liði á Mílan menn með alveg margra ára reynslu í efstu deild en svona það var ákveðið moment í seinni hálfleik að við svona bæði breyttum við vörn og vorum klókir að þá bara unnu okkur fram úr þeim og síðan stækkaði munurinn bara vel og mikið þannig að við getum verið sáttið með þetta. Troðfullt hús í Vallaskóla og svolítið sérstök stemning því að það virtist sem að menn vissi ekkert hverju átt að styðja. Nei, það er kannski ekki. Það er náttúrulega fólk á örugglega tengsl í bæði liðin og við höfum líka reynt að vinna þetta bara svolítið saman. Það eru margir strákar í Mílanliðinu sem við höfum reynt að koma frá okkur og hefur bæði verið að lána og annað og í okkar lið eru 3 leikmenn sem voru í Mílanni í fyrra. Þannig að við höfum reynt að auka samstarfið, þannig að það er kannski ekki nema að vona, fólk svona veit ekki alveg hvernig að láta en það hefur verið mjög gaman á heimaleikjunum hjá okkur að svona hefur verið mjög vel mætt á kallaleikina og líka á kvennaleikina, þannig að það er að skapast góð stemming og ég held að fólki hefur bara haft gaman að þessum leik, sjá Selfyssinga að berjast, ég held að í báðum liðum hafi allir leikmenn verið uppaldir í Selfoss, ungmennafélagi Selfoss í unglingastarfinu, þannig að 28 leikmenn á skýrslu og allir uppaldir frá Selfossi, þannig að ég held að það sé bara gaman fyrir fólki að horfa. Þú hefur ekki leitað ráða hjá þjálfara Mílan, leikmanniðinum Örni Þrastasyni í hálfleik? Jú, við lögðum þetta alveg upp og vissum alveg hvað við þurfum að stoppa. Nei, svona bara undirbyggum hennar leik, bara ekkert ósvipa á aðra leiki. Við erum með ákveðið svona ferli í gangi og það var eiginlega vita að við myndum ekki toppa í fyrstu 1, 2, 3 leikjunum og ég heldur séum ekki ennþá nálægt í að vera eins góður og við ætlum að vera en við erum að gera þetta hægt og rólega og við vissum það sjálfur að þyrfti þolinmæði og eftir Fjölnisleikin þá vissum við það alveg að við þurftum bara að halda áfram, það þýddi ekkert einhverja uppgjöf eða eitthvað panikk, menn köfuðu bara dýpra og fundu bara ennþá meiri liðsheild og ennþá meiri samstöðu og það hefur sýnt sér nú í 2 síðustu leikjum að það er gífurlega sterk heild hjá okkur, sterk liðsheild. Þannig að við erum bara fínu róli með það, þannig að við höldum bara áfram. Hvernig hefur þið fundið svona fyrsta deildin fara af stað? Nú eru flest öll liðir svona búin að vera að stríða hvort öðrum. Já, hún hefur bara farið nokkuð vel af stað, Stjarnan hefur verið að vinna hvað svona mest samfærandi, eru með fullt úr stiga og svona hafa verið að vinna sína leiki á þess að lendi miklu vandræðum, þeir virðast svona vera sterkastir í byrjun móts. Fjölnir eru feiki sterkir og síðan eru mörg lið þarna á eftir sem eru bara nokkuð jöfn og nokkuð sterk og ég held að sé ekki gefinn leikur á móti neinu liði. Þannig að það er svona, ég held að þetta sé að vera bara jöfn og spennandi og skemmtilegt deildi í vetur. Og næsti andstæðingur, það er bikarkeppni næst? Já, það er bara 2 dagar og í val 2, nú eru menn bara að byrja að skokka sér niður og gera sér klára undir það. Það er bara skemmtilegt verkefni, bikarinn er mjög skemmtileg keppni og það er alltaf hægt að fara langt þangað og sjálfsögðu mætum við leikinn á sunnudaginn og ætlum bara að reyna að koma okkur einu skrifi lengra og við ætlum allan að gera tilraun til þess að sjá hvað við getum komist langt, það er alveg ljóst. Bestu þakkir og gangi vel.